Komið sæl og verið velkomin í podcast kopp.is. Það fyrsti leikur í deildina að baki og fyrsta umferð í deildina sjálfsögðu öll að baki, þannig að við held ég látum það vera aðalatrið í þessum þætti og kannski hórum aðeins inn í næstu helgi. Það reyndar á Liverpool leik fyrir næsta mánudag en við spáum aðeins í það undir lokin en kannski best að kynna okkur til leiks. Einar Matthías heiti ég og með mér og línu Steini út á þínum stað, mættur. Já, hellurinn, grái, check. Við þurfum að fara að taka svona YouTube session og sína hellir, sko. Ég held að þessi verða að koma að grafa það. Voru að taka til fyrir næsta þátt. Já, þetta er rosalegt bara virki, þessi hellir. Þetta er alveg bara 26 fermetra bílskúr sem við nokkrum Liverpool-búningum er fóð vegg. Let's about it. Væki, þú ert mættur? Já, herðu ákveðin skellur, vinni mínir Jóngbjörn Borgarferðar voru að tapa úrslitaleik, þannig að ég verð töluvert niðurdregin, sendi bara samúðarkveðjur á MFB, þetta er bara football's coming home á næsta ári bara, drengir, bara. Þetta er töluðu vonbrigði, þú ert Þetta er mikil vonbrigði. Það er líka vonbrigði. Ég vildi láta reka þjálfara, það er bara engin þjálfari, þannig að það er bara láta reka barþjónin, fannst okkur líklegast þarna á staðnum. Það er komið internet ákvað. Já, heldur betur, það var alveg af á það reyni, ég var að horfa þetta live á Facebook, Ungmennafélag Borgarferðar er með eina öflugustu PR fótboltadeildar umræðu sem þú finnur á netinu. Það er allt Instagram, Twitter, bara Snap, Facebook, þetta er allt klárt, allt nema fótboltinn. Já. Baki, það er ágætt að heyri þið, það er allt annað að heyri þið, það er ekki stórhátíð að baki, ég var mjög átt fyrir að tala með þið á þess að vera komin stórhátíð. Já, nákvæmlega, svo það styttist í stórhátíð okkar saman þessi minn, þannig að það verður eitthvað agalegt þá. Ég segi það, við lögum undir næsta þætti. Já, nákvæmlega. Það er rámur þá. Herðu, með okkur, Körfuknallir þjálfarinn, það er nú þjálfari, þú getur nú kannski hringt í að Hrafn strákarnir að austan, Hrafn Kristjánsson og velkomin aftur í Kopp.is podcast. Sæll og blessaður, þú vona að heyrist í mér, ég var nú eitthvað að breyta stillingunum hérna í símanum hjá mér. Heyrist ekki örugglega í mér þetta? Já, bara full vel, sko. Ok, þá lakkaði þér í mér. Og er ekki sérlega ástæðan til óskon til hamingju með að vera orðin þjálfari í forsetans eða í forsetaliðinu? Núna er bara að vera að leggja draugan í stórvöldi í forsetahöllinni. Nákvæmlega, það er ekki. Er ekki bara Guðni að leiða út í skokk 6 á mótnana og allt klart? Jú, já, sko, hann má eiga það, sko, mér skilst, sko, að meira sem að liða var í þriðjudeild, þá fór hann alltaf með krakkan í sunnudegi og klikkaði, sko, endaði svo sunnudaginn á því að horfa á leik í þriðjudeildinni í körfunni, sko. Já, vel gert. Ég treysti þér átti Kjartan að taka svolítið útilegunum, er hann ekki ennþá að spila? Já, hann ekki að fara að hlaupa 21 á mót. Já, herðu, það er rétt, maður, kallinn er að fara að taka það, það er rétt. Það var ordering frá þjálfaranum, hann fær ekki hlaup um að taka minnst 21. Já, vel gert. Finnið Kjartan alltaf, það er alveg örugglega að styrkja þetta hlaup hjá honum á morgun. Við skulum alveg leggja það til, það er alveg horrið, flottur. Svo að sé nú röngum megin. Já, nákvæmlega, við skulum ekki tala mikið um fótbolta við það, sko. Nei, það er eflaust gott málefni á baku, en ég hef ekkert kynnt mér þetta. En snúum okkur að þessa helgin, Hrafn, byrja þér. Þú veist, þetta var stærsti sigur Liverpool í opnarleik, allavega á Anfield bara síðan fyrir heimsstyrjöld, seinni heimsstyrjöld og maður bara spyr, eru það að gefa tóninn finnst þér fyrir nýtt tímabil og kannski rennum að þessi gegnum hennar leik? Já, maður svo sem kannski grípar alltaf í bremsuna, sko, þegar maður er beðin að spá liðinu titlinum eftir svona fyrsta leik og þegar hann er svona, sko, en þetta er einhver tónn, þetta er klárlega einhver tónn og hvort sem þetta lið sem við erum vanir að vinna 4-0 eða ekki, þá var svakalega góð tilfinning að fylgjast með þessu þróast svona, sko. Já, maður er aðeins búinn að, ég líka bara var alltaf með leikinn frá því fyrra í huga, þetta er ofboðslega mikið betri tilfinning nú þessi vika heldur en vika fyrir 3-3 jafntefli í fyrra gegn Watford. Algjörlega, og þetta var einhvern veginn, sko, ég fannst nú einhvern veginn West Ham svona leggja leikinn ekki nógu klárt upp, sko. Örugglega margt til í þessu uppleggi hjá Pellegrini, hann veit svo sem hann er að gera, en örugglega ekki nógu langur tími til þess að æfa þetta og klárlega ekki besta liði til þess að testa þetta á svona í fyrsta leik að vera svona rosalega einhvern veginn fyrirsjálegir og augljósir í þessari rangstöðugildur sinni, sko. Og það eiginlega svona, þeim leið bara ótrúlega vel drengjunum okkar núna helgina og mér fyrir frá sjónvarpi líka.
Steini, hvernig horfðu þetta við þér? Erum við að gefa tónin fyrir það sem koma skal? Ég veit ekki, maður hefur nú oft svona fyrir þennan fyrsta leik bara þegar ég fyrir fram bara skrappi 1-0 sigur. Ég man ekki hversu oft maður hefur verið svona með svona hálfgerð vonbrigði eftir að hafa rétt náð að vinna fyrsta leik eða ekki náð að vinna fyrsta leik. Það er alveg sama hvernig hefur gengið á undirbúningstímabilinu, þá þessi fyrsti leikur oft svona einhvern veginn erfiður í að rýna og sérstaklega lið eins og West Ham sem að allir eru sammála að eru með hörku mannskap og eru konum nýjan stjóra sem að ekkert að prófa ensku deildin í fyrsta skipti og búin að vera að horfa á þetta utanfrá og komið ferska vinda inn og þeir eru búin að vera ná vel saman á þessum undirbúningstímabili. Þannig að þetta var gat alveg orðið svo Maggi kallar það bara hana hýði fyrirfram, en það var mjög ánægilegt að sjá hversu einhvern veginn confident við bara stigum inn í þennan leik. Það er bara, maður var bara að horfa í eitthvað korter, þá bara, já, herðu, við erum bara að taka á móti þessu liði á Anfield bara eins og við finnir velun í tímabil. En alveg svo hrapsir maður ótur í höldum núna í hestan okkar. Við erum ekki að fara að vinna neitt í fyrst, ekki nokkuð skapaðan hlut. Það eru sem eru búin að vinna þessi fyrsta leik í ágúst og deildin verður ekki gerð upp núna út frá markarhlutfalli. Það er alveg bara ljóst. Maggi, það fyrir ekki þér? Nei, ég ætla bara kannski svona í framhaldið sem hann sagði. Ég meina, West Ham var náttúrulega eitt af þessum liðum sem hefði átt svona forvitinlegan transferglugga, sko. Þannig að það var erfitt kannski að átta sig svolítið á þeim og það kannski svona gaf manni svolítið svona óvissu tilfinningu. En þetta sjálfstraust og þessi þægilegheit í leiknum, ég tengi það svakalega mikið þessum tveimur mönnum, Keita og Alisson, sko. Þeir koma, það fylgir þeim svona einhvern veginn, þú veist, litli titturinn alltaf þegar það er boltan, þannig hann að snúa af sér menn og hanga á hann við smá stund áður en að hleypi spilinu áfram og þú veist, það langar öllum að gefa hann aftur á Alisson og hann bara svona lítur út fyrir að vera bara mest, bara traustasti maður í heimi einhvern veginn, ef maður sér það, sko. Og ég held að það hafa alveg eitthvað að segja, sko. Maggi, strákarnir, eins og held ég flest allir stuðningsmenn Liverpool, þeir þora ekkert að vera með neinar yfirlýsingar. Það er allir að spá Liverpool einhverjum skýjaglúrum nema stuðningsmenn Liverpool. Helst, hvernig þora að vera brattari eftir að leika heldur á strákarnir? Ég ætla allavega að segja það, að, veist, ég segi alveg, Steinin tók setningar bannahýð og ég var alveg drullu stressar settist niður þarna á sunnudaginn. Mér fannst Liverpool ekkert spila þennan leik eitthvað gigantist vel. Þetta var annar þriðji gír. Firmino var bara ennþá hægur, hann samt mark og var stórhættulegur, en vákvað hann var einhvern veginn langt frá sér. Trent var yfirspenntur í fyrri hálfleik. Mér fannst Robertson, hann laði upp þetta mark, var einhvern veginn stressaður, en þú veist, bara þessi framlínu okkar er náttúrulega algjört svindl. Hún er bara svindl. Það er bara einu orðið yfir þá. Þetta er náttúrulega, þökkum við núna fyrir það að var ekki því, þetta þriðja mark sem var náttúrulega ólöglegt, eiginlega bara kláraði þennan leik einhvern veginn alveg, en þú veist, þegar þetta lið fær að tikka saman, þá er það alveg klárt mál að veist, við eigum bara alveg hiklaust að vera núna bara gera það kröfu á þetta lið og það verður bara í toppbaráttu fram á vor. Það er bara algjörlega klárt. Mér fannst Alisson, maður geta alveg valið það, hann fór ykkur hálfkrossa, að klárt mál eins og Rafnar nefnir minnast á þann að sjálfstraustið í varnarleiknum og sjálfstraustið í liðinu er allt annað með þennan gaur fyrir aftan sig, alveg klárt mál, og að því að menn voru alltaf að reyna að tala um þá hvað Karius er góður í fótunum, þegar við erum komið svona markmann, þá sjáu þið hvað það er að vera góður í fótunum. Hann var að fá þarna asnalega bolta tilbaka sem hann drapið í fyrsta, hann var að senda stuttasendingu, langarsendingu, hvað það allt var, þannig að hann er strax farin úsa með því. Það var alveg þá hvernig við skorum fyrsta markið, það var eitthvað bara svona svolítið ekkert endilega neitt rosalegt shape, en staðreyndin var svo að Liverpool spilaði mínu veit ekkert rosalega góðan fótboltaleik allan leikinn, en ákveðni leikmenn í þessu liði, fremstu þrír svindlarar og svo Milner
og að því menn tala Keita, að mér góðan daginn James Milner, hann var algjörlega sultu geggjaður leiknum kallinn, hann var langt frá mínum væntingum, að það var alveg klárt mála að þegar að við fáum svo inn fleiri ásæði þetta lið sem að koma inn, þegar við fáum inn ef það byrjum fyrir að koma, við hefum séðan svo Lallana inn í þetta, Henderson eftir að koma, þegar þetta lið fyrir að slípa sér saman fram á við, það var engin ástæð til annars heldur en að bara heimta af þeim bara það sem við kannski vorum að tala alveg allega titlinum og meistaradildasæti og bara meistaradildar árás. Aftur þetta svo að því að ég fór hérna helt 100 ára afmæli, svo settist ég niður kvöldi til þess að ná mér úr því og ákvað að horfa á City, en að City eru geggjaðir það er alltaf verið að tala að Emery hafi klikkað eitthvað uppsetningu, en City áttu bara svar við öllu sem þið gerðu, það má vel vera að við spila eitthvað inn í fæturnar á þeim, en þessi tvö lið, ef við horfum yfir helgina, fyrsta leik á þessum liðum og þú ber þetta saman við Tottenham og United, það ekkert að marka hvorki Chelsea leikin sem að Huddersfield leit alveg hryllilega út og Tottenham voru bara lúshefnir, að þá eru þessi tvö lið strax farin að arga á því að þarna eru bara svona heilsteypt lið sem erfitt að sjá veikleika á. Hvar er augljósasti veikleiki Liverpool-liðið núna? Ég sé engan og það er bara hvað að segja, það er bara skýrt þetta lið getur alveg náð svakalegum árangri, það er bara engin veikur hlekkur lengur til þess að benda á. Ég tek þessum ekki, þetta var næsta sem ég kemst í þess að ég var að spyrja til. Steini, ég kem að eftir þín hérna, eins og það kom inn á, getur þetta verið ágætis tími til að mæta Vestam þegar þetta var mjög mikið breytt lið, maður hefur alveg smá áhyggjur af nokkrum af þessum nöfnum sem komið til þetta, mér finnst þetta sterkari hópur heldur til dæmis þeir voru með á síðast tímabil, og það getur spilað inn í og svo kannski ef skoðum fyrstu 2 mörkin að ég meina Liverpool búið að banka allan tíman á þessa rangstöðureglu þangað til að það loksins brotnaði. Hrafn, nú kannski gripur þetta Steini Dóttur. Ég held að það hefur verið góður tímapunktur og ég held að þessi taktík, ég held að hann eftir að virka bara stórvel á móti liðin sem að senda kannski langa bolta fram og einn innfyrir en Liverpool hendir 1 rangstæðum, 2 rangstæðum og sendir svo á 3. mannin og þá er þetta komið 2 menn bara að opna fyrir fram að marki, þannig að þetta var einhvern veginn svolítið fatalt hjá West Ham að gera þetta, en ég sammála Magga með Liverpoolið, ég meina Milner var klikkað, mér fannst Wijnaldum vera góður og það er ótrúlega mikils virði að 2 leikmenn sem ekkert endilega í fyrstu 11 hjá ansi mörgum Liverpoolmönnum voru frábærir og Fabinho og Henderson ennþá að bíða bara eftir kallinu. Ef ég ætti að leita einhverju veikleikum í liðinu þá kannski það veikleika sem ekki á grasinu heldur bara hvað gerist ef að þetta meiðsli í vissar stöður og það er bara áhugavert vandamál. Mér finnst að vera slæmt að við fengum ekki Fekir sem gat dottið inn á miðju og fram. Mér finnst örlög okkar gætu legið í höndum Daniel Sturridge á einhverju tímapunkti og þá þurfum við að treysta bara þeim mjöðmum og þeim löppum Já, er þetta ekki samt svona eitthvað sem á viðrinnum öll lið? Það tiltölulega stutt í vesinni En ég meina svona þegar maður ætlar að leita að einhverju skilur, en ég meina Shaqiri geta gert ansi marga hluti, hann getur dottið á miðjuna og ef að Gómez til dæmis getur bara orðið alvöru miðvörður en núna þá er búið að leysa fullt af máli sem fólk var kannski að hafa svona einhverjar mildar áhyggjur af fyrir tímabili. Alveg sammála þessu, þess vegna ég kannski pínlítið brattur að segja að sé ekki veikur hlekkur þar sem Gómez en ég meina Gómez átti þarna flottan leik og ef að Gómez í hafstendi verður veikasti hlekkurinn okkar þá verð ég ógeðslega glaður, en það sem mér fannst það sem mér fannst bara vera svo frábært er bara það að þeir hitti ground running, þessi gaurar þarna upp á topnum og ég segi það alveg hygglust að fyrir mín á töluvert inni og hefur svona aðeins náða svona kannski taka sér, mér finnst hann kannski erfiðast að koma tilbaka eftir þetta sumar einhvern veginn út frá svona þess að maður séð á svona fitness levelunum þeirra en það er alveg klart og skýrt einhvern veginn að það verður bara fyrsta skrefið og það er alveg svo mikið marktækt því en það er einu sem við fara að tala um í þessari fyrstu umferð og menn eru strax búin að setja einhvern ákveðin standardið þeir kannski sá að ólítið sem oft hefur verið, Liverpool hefur oft endað tímabil bara
býsna vel og núna bara eru hárrétt kaup í sumar og menn bara halda bara áfram frá þeim punkti og bara keyra upp og áfram og það þetta bara ég man ekki hver það var hvort sem var að tala um það sem var búin að lesa svo mikið undanfarna daga sem var akkurat að tala um að það væri svona fyrsta gifti sem að Liverpool virkilega keyrði áfram yfir sumartíman og væru bara skref undan hinum liðunum. Hvenær hefur það gerst síðast? Ég man ekki eftir því og það bara oft hefur það bara verið það sem eiginlega fyrir okkur tímabili, það ágúst og september, hefur bara hugsað út í það. Já, sko, það sem að mér finnst rauninni svona magnaðast í þessu og enn og aftur að maður sé ekkert að tapa sér í gleðinni eftir einn sigur á heimavelli á vestamliði sem að var að reyna að spila sér svolítið saman. Að nákvæmlega þetta, það svo oft sem maður hafa haft á tilfinningunni að þegar að Liverpool stillir upp einu manni sem veikari, svona, sýnist veiki hlekkurinn, að þá erum við svo oft að gjalda því háu gjaldi bara og þar verða mistök til og meðan við sáum gegnum tíðin alltaf liðin hjá Ferguson til dæmis, þar sem hann var með kannski 2 til 3 einhverja slarkfæra bara meðal Jóna skussa sem bara duttu inn í flott lið og bara litu bara ágætlega út. Maður svona farin að fá smá svoleiðis tilfinningur þarna, bara eins og gerðist núna með Gómez til dæmis. Hann kemur þarna bara, nákvæmlega, hann kemur bara þarna inn, hann er með confident markmann fyrir aftan sig, hann er með gaur við hliðina á sig sem allir trúa og treysta og síðan var hann með þessa geggjuðu miðju fyrir framan sig sem að mínum mati var það ekki bara sóknarlínan okkar, það var bara þessi geggjaða miðja, þessi vinsla á miðjunni. En gerist þetta ekki með náði Ferguson ekki fram í Slugssonum með mögnuðu leit og lætur ekki Van Dijk alla miðverði líta vel út? Það akkurat það og Alisson þarna fyrir aftan sem að svona úsar af einhverju sjálfstrausti. Þú finnur það heim í stofu hversu confident maðurinn yfir því sem hann að gera. Ég verður næst í trúaður þegar hann gengur inn á völlin maður og byrjar að benda upp í loftið og ákalla almætti, sko. Nákvæmlega. Ég meina, nákvæmlega, O'Shea, West Brown, skiljið mig, hversu marga meðal Slugsa gerði Ferguson að meisturum með... Darren Fletcher. Þú veist, Johnny Evans, hvað ætlum við að halda lengi áfram að tala um einhvern nöfn sem að náðu bara út af þessa trú og út af það að vera farþegar í einhverju svona pakka og það bara svo þarft að gera. Við getum líka farið í Liverpool-liðin gamla daga og talað um David Burrows, Jim Beglin, Kevin McAllister, þessar gauðra sem voru í þessum liði, Michael Robinson sem voru í þessu liði 1, 2 eða 3 ár vegna þess að við vorum með Dalglish, Russ, Souness, þessar gauðra sem að drifu liðið áfram og það akkurat það sem mér fannst vera þarna helgina að þó að fyrir mig nú ég klárlega eftir að gera betur þó að hafsendaparið sé eitthvað aðeins ryðgað þó að bakverðinir hafi ekki náðu að vera eins geggjaðir sóknarlega, eitt flott assist í Robinson eins og það verið þá unnum við samt leikinn 4-0 því við erum bara með geggjaða gauðra sem að drífa liðið áfram og líka verjast í að fá þessi mark og það bara geggjað, sko. Steini, hættum að tala um þetta helvitis United-lið og ég búin að missa ykkur alveg út og söður hérna, ég aðeins á heimila okkur, byrjum aðeins á Steini fyrsta markinu, Sala setur eitt í bara, hvað þetta ekki, miðjan fyrri hálfleik og ég meina það ekki að horfa bara allt við þetta hafi verið svona frábært, bæði að hann komist í gang og tala ekki undirbúningin að þessu marki, sko. Jú, þetta bara, alveg svo Maggi kom inn á áðan, sko, þetta eiginlega orðið svona við erum orðið svona eins og spiltir krakkar, sko, verandi með þessa framlínu, sko, maður á síðasta tímabili var lengi vel verið að tala um að Mane væri svona veikir hlekkurinn í þessari sóknarlínu. Nú Maggi farin að þvaðra eitthvað að Firmino sé ekki upp á sitt besta. Ég bara vísa því alveg bara upp í föðurhúsinu og lengra. Gaurinn lagði upp mark þarna og ég veit ekki hvað. En við erum bara orðin fyrir svona eiginlega spoilt á þessari framlínu okkar og það sem að samt það jákvæðast í þessu að við virðumst vera með smá breidd núna. Maður hefur alltaf haft áhyggjur að við erum bara að tala um þetta aftur og aftur í podcasti. Hvað ef Mo Salah meiðist? Hvað ef
þessi meiðist eða þessi meiðist. Nú erum við allan sko komnir með Shaqiri sem mér líst mjög vel á, hann getur leyst ansi margar stöður hann fram á við og Sturridge virðist vera í besta formi lífsins bara allan síðan hann var meiddur síðast. Þannig að við erum allan komnir með einhverja opsjóna þarna en við verðum líka hætta að hugsa alltaf bara hvað er. Við erum ekkert á öðrum stað heldur en hinn liðin. Hvað ef Kevin De Bruyne meiðist nú í einhverja 2-3 mánuði? Það hefur bara hellingsáhrif á City. Og er ekki eitthvað að vera að tala um það núna, meira að segja, að það sé eitthvað svoleiðis í gangi. Þannig að það eru öll þessi lið eru veik fyrir því að missa lykilmenn í meiðsli. Það sem að við erum með svona fram yfir mörgunum lið, fyrir utan City, er að við erum með að minnsta kosti 3 geggja þarna frammi. Og þetta fyrsta mark var bara, tímabilið byrjað. Takk fyrir. Play on. Já, en ef við ekki reynar það að rúlla þessin Keita alltaf fyrst aðeins að segja Steina það, ég er ekki að vísa henni til föður sem ég fannst bara fyrir minn og þungur bæði í leiknum og þessum æfingarleikjum og hann getur gert miklu betur heldur en að gera þarna þó hann hefur lagt upp mark, það var akkurat það sem ég var að segja þeir detta einhvern veginn í gír og svo náttúrulega þurfum við líka að því að við náttúrulega vitum það að fólki hlustar og les allt Liverpool sem er að hlusta á okkur en við náttúrulega, það er alveg augljóst mál að fyrsta markið sem við skorum og Naby Keita leggur upp náttúrulega, það er svo geggjað. Ég var að reyna að tía þetta upp fyrir Steina, koma það inn á Keita, það var segg og ég var alveg klárt sko. Já. Keita, bara þessi síðasta sending sem einhver sagði, hann var nú heppinn og hann var hálf kiksaði hann rassin á mér. Þetta er bara allt múfið hjá honum, hvernig hann leysir sig inn í, hvernig hann kemst inn í þetta svæði, ef þið horfið á, trendfrekar heldur en Van Dijk sem senda á hann, og hann er á miðurhringnum þegar þeir fá boltan dragast út, þá tekur hann eitthvað svona bakskref og svo leipur inn, fær boltan, það er ekki maður sko 15 metra frá honum, pikkar hann klár og leið og varnarmaðurinn kemur, þá hefur hann getuna og hæfileikan til þess að taka til að þétta hann utanfótarsendingu, en með þannig snúningi að Robertson bara græjar þetta, þetta er snilld sem að á vel við leikmann nummer 8 hjá Liverpool, þannig að við slum alveg passa okkur að við gerum þetta ekki mikið, en það af því að hann svo sem var bara búið að sína eitthvað svona flass í undirbúningsleikjunum, þá fannst mér bara strax í fyrsta leik bara já, þetta er bara gaurinn sko. Ég var byrjaður að öskra á hann, mér fannst hann koma svo seint með þessa sendingu, ég var alveg að vera brjálað. Það er málið með hann sko, þetta er gigantísta inntaka leikmanni, hann beið í þessa hálfu sekundu til þess að Robertson væri bara réttsaður og gæti bara hlaupið á boltan, þetta er það sem Firmino hefur og hann er líka með viktina, maður tók bara til hverju sendingun og hættur annar á störri undirbúrstímulunni, hann er með þessa vikt í sendingu sem maður sá hjá Coutinho stundum, þar sem hann er bara akkurat nógu föst til þess að komast bara í tætnar þannig að það getur bara hlaupið boltan inn. Ég ætla að kalla það strax fram, hann er bara orðin meðlimur í Fab Four, Coutinho hann var bara Pete Best, þetta er bara komið Ringo sko, Já, þetta er slegið. Nákvæmlega, sko Steini, við tökum svo aðeins áfram miðjan í þessum leik, við byrjum með Milner og Wijnaldum, þú veist, það eru sagt með þetta fyrir 12 mánuðum að þetta væri miðja sem ætti að fara sko ganga frá til dæmis þessu vestamliði sko, sem þetta var ekkert með kannski bestu miðju deildarinnar á móti sér og svo pluss þessi Keita viðbót, ég meina þetta var Milner til dæmis sem maður leiksins á Sky Sport, ég var ekkert að mótmæla því sko, og hann á þetta annað mark stóra hlutur. Já, hann bara vinslan í hann og allan leikinn hvernig hann er að berjast og það hefur oft verið talað að Milner sé eitthvað svona líflaus, karakterlaus gaur sko. Hann er svo langt frá þeim pakka og hann sýndi eins og í þessum leik bara hversu mikill leiðtoginn er. Menni geta verið leiðtogar eftir ýmsum leiðum, menn geta verið leiðtogar því að menn eru öskrandi, menn eru að fara í dómarann, en síðan munum hvernig Steven Gerrard var, hann var ekki sá sem var alltaf að hrópa kallinn á vellinum, hann svona var leiðtogi samt sem áður inn á vellinum og Milner náttúrulega var bara algjörlega geggjaður og hann, í hver skipti sem Milner hefur verið afskrifaður, að þá hefur hann rauninni komið og tróðið sokkaskúfu upp í viðkomandi. Það bjóst engi við því að hann ætti einhverja alvöru innkomu inn í liðið á síðasta tímabili.
sló metri meistaradeildinni. Þar áður, þá bjóst engi við neinu og hann tók vinstri bakvara stöðuna og ónaði hana. Þannig að þetta er bara ótrúlegu gaur, algjörlega ótrúlegu. Hann er bara vél, hann er bara algjör vél og hann er eiginlega að bæta í núna vegna þess hversu vel hann sér sig og það tala að sé boring og hann er, eiginlega svo boring að hann er eiginlega bráðskemmtilegur fyrir vikið, sko. Þegar hann, hann talar það bara, hann er bara fann að sofa 10 tíma leiku á sólarhring og bara vex allur og dafnar í kjölfarið og kissir svo konuna sína blesk og kvöldi fyrir heimaleiki og sefur á hóteli í Liverpool. Því að það bara má ekki trufla með að vera að fine-tuna vélina fyrir næsta kappaktur, sko. Þannig að þetta er ótrúlega gott sæning. Og fókusinn hjá hann líka, ég meina hann hættir að spila með landslið, við skulum ekki gleyma því hann var algjör fastamaður í þessu landslið, í þessu landslishóp, í allir hópar sem hann valdi, það var Milner. Hann gerir það bara til að framlengja ferlinum, í félagslega ferlinum. Og þessi gaur er líka, sko, hann er að vinna þessi píptesti, það láta allir eins og hann sé að verða 89 ára á næsta ári. Hann er 32 ára gamall gaur í algjöru topp standi. Maggi, þetta var aðeins ástæða þriðja marki, þetta var töluvert var driðið, en blessunulega samþýttur ekki var dómgæsli, við erum mjög ánægð með það. En sko, ef að liðið eins og Liverpool bankar svona oft og þú hefur ekki tekna, ég meina, er þetta ekki þá, þetta hlýtur að fara að skila sér oftar hjá okkur, við fáum svona vitleysisdóma með okkur, síðast tímabil var náttúrulega bara fáránlegt að það er búið að staðfesta heila vísindalega, en ég meina, þetta er sérstaklega með þessa vörn hjá Vestam, ég bara hlutast að þá hlýtur að koma svona mistökum á einhverju tíma. Já, ég held að mistök Pellegrini í þessum leik ráðist kannski aftur að því að hann einhvern veginn ofmat bæði sín eigin stöð, við vorum formið við það síðasta podcasti, þeim búið að ganga vel á undirbúningstímabilinu, hann gerði alveg gríðarlega mistök að fara með varnarinn ofalega, ekki bara í þessu rangstöðumarki sem var alveg ótrúlega mikið rangstöðumark, veit ekki alveg hvað fyrir minn aðstofdómurinn var að hugsa því að ég fagnar ekki strax, sko, ég var svo viss þetta var svo augljóst einhvern veginn, hann manni meiri sér snókerar einhvern veginn, þann eina varnarmann sem að hugsa ekki að bjarga honum, þetta voru bara gríðarlega slæm aðstofdómurinn sem við bara vonandi bara detta því okkar með, það er ekki eins og það hef ekki dottið með meistaraliðum gegnum tíðina svona dómar, þangað var verður, en það er alveg klárt mál að mistök Vestam eru auðvitað það að vera ofarlega með línuna og líka fannst mér þeir leyfa í rauninni ótrúlega mikla svona möguleika fyrir miðjun okkar að hlaupa inn í. Þeir voru að láta teygja sig út, ég hef trú að því að vinnur okkar Roy Hodgson nýbúinn að fagna sínum 18 ára samningi við Pala sem minni heldur sko útföruna held ég var ekki að gera 5 ára samning, 72 ára kallinn, að hann sko mun ekki gera þetta, hann mun bara parkera 4 hafsendum honi í teig og svo tveimur varnarmiðjum mönnum algjörlega fyrir framan hafsendana. Vestam ætlaði að koma til þess að reyna að vinna boltan eitthvað hátt og fór að reyna að pressa kalla grein hann í byrjun sko. Og það held ég að verði ekkert mörg lið sem reyna það og því leytinu til held ég að Pellegrini hafi hljóta að verið svona þegar hann fór að skoða þetta sem helviti, þarna væri kannski aðeins of brattur. En að því sögðu, þá er ég ekkert vissum það heldur að það dugi eitthvað fyrir þessi lið að bara liggja núna tilbaka því að Naby Keita er náttúrulega mikill skotmaður, Shaqiri er mikill skotmaður og hraðinn sem er í þessum gaurum að klára sóknir og búa þetta til er svo mikill, það er líka rosalega erfitt að það liggja bara inn í tegnum á móti þessum típum af leikmönnum, þannig að það var líka að segja Vestam að ég er ekkert vissum að þeir náðu að halda einhverju stíð með að liggja bara í vörn einhvern veginn sko. Komnum með menn svo fann það ekki fyrstu leikadriði líka sko. Nákvæmlega fyrstu leikadriðum og Shaqiri líka til þess að negla boltum þar inn, þannig að ég er ekkert að segja þar með að þeir endilega svona unnið leikinn að tekja stig, en það að koma svona hátt með línuna kom náttúrulega algjörlega í bakið á þeim. Svo má kannski líka segja það við skorum náttúrulega þessi mörk á geggjum tíma, ég meina ef við bara farið 1-0 inn í hálfleik þá er þetta kannski verið öðruvísi en við vitum það sem við verið í þessum fótbolta það þurfa að þú komir inn og þú tókst kannski ekki eins og tekið miðju allt í einhvern tveimörkum undir, það er bara erfitt einhvern veginn, það er bara það var alveg
Maggi, það var alveg léttil innistæða fyrir þessu mörkum og allavega það sko. Algjörlega því, þetta var algjörlega sanngjörn staða, en þú veist, það líka rosa kjaftshögg, þú veist, ef hann hefði komið 1-0 einhvern veginn, þá hann kannski geta sagt, ok, draugum okkur eitthvað aðeins aftar og tökum fyrst leikatriði hérna, gerum þetta, en að vera komin 2-0 undir, þá einhvern veginn verður að halda áfram að reyna að sækja, skilur, það sé að meina, ég alls ekki að meina að vera ósanngjarn, en þetta svona breyting og að gera það svona, það ekkert sem þú bregst við, þú veist, og mennirnir ennþá bölvandi markinu, það bara, þetta alveg, það einhver tíma, það stundum talað besta tíma til að skora mark, ég held alltaf að þetta sé það eina sem hugsanlega sé svona eitthvað sem sé virkilega vondur tíma til að fá þessi mark, það bara rétt á hann að kemur í hálfleik því að menn eru búin að vera að velta einhverju uppleiki fyrir sig og þarna klárlega var hann að breyta og gat ekki leiðrétt þetta eftir, ég ekki að þar með að segja það að Pallas takk einhver stig með þeir líka tilbaka á okkur en klárlega voru þeir býstna brattir að vera svona framalega. Ég held að það sé alltaf verst að fá í leikslok mörkin á sig. Nei, ég víblastíkur. Rafn, talandi að Vestam hefði líklega ekki getað haldið okkur. Innkoma Störrits, erum við að fá þar inn, ég held að sé, skora hann 2 mörk í fyrra deildinni, erum við að fá hann inn aftur heldur, hefur við trú á því, er þetta barslegt hjá okkur? Við tókum þetta aðeins í síðasta þetti og hann ekkert að kynda neitt, hann ekkert að hjálpa okkur að slökka á allt. Vist maður bara tekur 7-13 og bankar í borðið og allan pakkan sko, þú veist, hann búinn að draga mig aftur inn helvítið á hann sko. Hann bara búinn að húkka mig sko, og mér finnst hann líta betur út líkamlega heldur en við gerst síðustu 2 tímabil og mér finnst hann vera klárari, hann ekkert hangandi á öxlinu og varnarmönnuna núna, heldur hann er búinn að horfa fyrir mín og hann að skila sér djúpt og það bara fullt af fótbolt í þessum strák og hann að skila miklu meira til spilsins heldur hann gerði áður. Það æðislegt að fá þetta mark líka strax, það bara tekur það alveg. Stórkostlegt sko. Að því einhvern veginn vill maður þessu strák alltaf svo vel sko. Hann veit alveg af sér og ég held að það sé ekki stutt í hrokan en svona hann hefur bara virkilega trúið að hann sé besti markaskorari bara í deildinni sko. En hann eitthvað samt svo hreinn og heiðarlegur eitthvað að maður núna, ég ætla að segja það, hann verði okkur ómetanlegur núna á þessu tíma. Lýst að gölla að við höfum ekkert úr að velja hvort við getum ekkert fengið hlognamann inn, þannig að það er bara eins gott. Steini, við komum að sinna á Alisson áðan hérna, mér fannst þetta svona, ég fekk svona Peppi Reina-væp þegar hann var að senda boltan og svona, sko, hann var pinpoint bara eitthvað lengst framöndir. Þetta verða stóðsendingar, myndi maður ætla með þennan hraða frammi hjá okkur. Já, ég menn þetta nákvæmlega það sem maður búin að segja og þetta er eitt af því sem maður var alltaf brjálaður út í Mignolet fyrir. Mignolet náttúrulega tók boltan, hékk á honum og meira segja afrekaði það í seinni tíð að láta dæmda á sig aukaspyrna því að hann var of lengi með boltan í höndunum. Við erum eins langt frá því scenario eins og hægt núna og það er ákaflega vel og þetta er alveg bara Ég gleymi ekki leik sem ég var á Anfield, var í Anfield Road-stúkunni þar sem ég var satt beint fyrir aftan Peppi Reina, minnir að vera á móti Fulham og þá tekur hann þetta hliðar útspark hjá sér strax og hann fær boltan, liggur einhvern veginn flatur og sker boltan og ég var beint fyrir aftan hann og sá bara þessa pílu og bara hún fór beint fram á Torres, bara negling beint af hann mark. Allir Fulham mennirnir á rauninni okkar teig er svona megnið að allan og þetta er bara ótrúlega vopn að eiga og ekki bara að geta skotið svona, þetta er bara að geta tekið almennilega við boltanum að varnarmennir sem við liggjum með línuna hátt að hann geti verið þótt við séum með pressa á okkur nokkuð svona confident með að gefa boltan tilbaka og það er ekki næsta sem við sjáum að boltanum er dundraði innkast bara til að svona lendi ekki undir einhverju pressu. Maður var í rauninni meira til í slíka hluti þegar Mignolet blessaður var upp á sitt besta. Það er bara, ef hann fekk boltan í lappir, þá bara fekk maður svona nett taugafall og bara, herðu, viltu koma út fyrir hlíðarlínu núna? En þetta er gríðarlega jákvæmt. Og varðandi Störrits þessar ég er bara mjög ósáttur við þessar 24 sekúndur sem við verðum að setja markið hans eftir að flauta var til leiks þá tók hann 3 sekúndur tæpar í þetta. Nákvæmlega. Maggi, ég heyrði orður þetta Alisson, þetta liti út eins og ungur Maggi Mark, tekur undir þetta eftir þessa fyrst framrönn?
Ég var nú betri en hann sko. Á mölin á siglóðan. Já, ég veit þetta var Munar reyndar 168 cm að hann. ekki að þessu. Við erum báðir bráðhugulega með skeggja sem við fýlum svarta hanska, þannig að þar með sannlega endar nú sammeili. Nei, þetta var flott innkoma, menn að þú veist, það er alveg, ég hef sagt hérna í vetur og í sumar segi ég frá því að hann kom, hann mun gera mistök og hann mun fá á sig mörk sem verða dálítið alveg svo Ederson í fyrra mark sem 4 á mót okkur var þetta klárlega markmannsmistök í Ederson. Þetta er bara svoleiðis skoðunar, en hann mun bjarga fleiri stigum í vetur heldur en markmenn Liverpool hafa gert síðan að reyna að togna það heila síðasta veturinn sinn og hann mun líka sko, verða leikmaður sem að mun geta leyst mjög mikið úr pressu varnarinnar þegar það kemur upp í þannig leikjum og ég er alveg sannfærður það og þegar hann er búin að bara átta sig á bæði hraða leikmannana, þegar hann er búin að lesa völlin og aðstæður og komið með svona fullt sjálfstraust, þá munum við sjá alveg bara eiga virkan þátt í sóknarleik liðsins líka. Hann gerði það átt þetta einhverja 2 sendingar sem að voru mjög flottar en kannski ég ber alveg væntingar til þess að því hann getur líka grýtt boltanum sko langt fram í miðju að þegar hann er búin að átta sig á þetta til dæmis að við höfum eftir að sjá hann fara út í kross í horni og svo bara grýta honum á Mane, Salah, Firmino bara beint upp úr því eða sparka bolta að fattiði með beintin á einhvern leikmann sem að taka rönni í gegn. Því að hann hefur þennan hæfileika og það, svo ég verði rispaða platan, þar liggur munurinn til dæmis á honum eða því sem að minjulega hafi bætt sig fannst mér eða þegar menn voru að reyna að segja það að Karius er góður að koma boltanum í leik, ok, góður að koma boltanum í leik, þannig ertu bara að koma með leikmann sem er afburða góður að koma boltanum í leik og það er náttúrulega aftur eitthvað sem við höfum ekki haft en sko, erum þá komnir með núna og það er bara akkurat það sem að mér fannst vera flott í þessum leik, því að ég man ekki eins og hvort það þurfti eitthvað, fekk hann eitthvað skot sem að varði, ég var allan að man ekki eftir því, en þetta var hann að gera í leiknum, hann var að fá boltan tilbaka og hann var að senda sendingar sem að við viljum sjá markmann vera að gera og við lentum þarna 2-3 í því að komið að pressa í fyrir áleik þar sem að Vestam náða að setja út að pressu, þá valdi hann alltaf réttulega, en ég man einmitt eftir því að hann sendi hann á miðjuna, ég hlustaði svo í gæra og sko Paul Merson og Martin Keown að tala Cech, það var kannski að segja Cech að spila boltanum sko út úr vörninni í Arsenal og þá voru þeir að bera saman Alisson og Cech og þá voru þeir að segja, menna í leik Liverpool þá setti Alisson eina 60 metra sendingu vegna þess að hann sá það að stuttasendingi var kjánaleg og þá neldi hann bara einhvern miðjumann sem var alveg alfrýr skiljiði og hann hefur þennan hæfileik og þá voru þeir að sína Cech var að greinlega með þetta uppálagt, var að sparka með báðum fótum og sendi einhverja 2-3 þarna í innkast þess voru jætnir vegna þess að hann náði ekki að velja þessar leiðir sem Alisson var að velja sko. Og það er hæfileiki sem er geggjað það í markmanni. Nákvæmlega. Við hefum eftir að metta Alisson náttúrulega mun meira í vetur, við hefum eftir að fá leik þar sem að reynir eitthvað á hann varandi markvörslu og við hefum ykkur tíman á næsta tímabili og hann líklega eftir að fá sér eitthvað mark, við höldum náttúrulega reynu í vetur, það er ljóst. Sérstaklega líka hrafn út af því að sko Trent Alexander-Arnold, ég meina það er náttúrulega svolítið áhugavert að hann er bara rauninni nýmættur til æfinga fyrir beint í byrjunarlið. Gómez, hann kemur allavega ágætlega út í þessum fyrsta leik og liðið heldur reynu, ég meina heldur þessi strákar séu jafnvel bara að gera allavega að eigna sér þessi stöður. Já, ég vona það sko, ég vona það svo sannarlega og Alexander Arnold náttúrulega kemur fyrr úr fríinu, eða kemur fyrr frá HM og til æfinga og ég meina hann er náttúrulega bara, þessi gaur er bara bóler sko, hann og ekki að ég ætla að ræða Curtis Jones núna sko, en ég held að þetta eru bara gaurar sem eru Liverpool bara through and through sko og Klopp held ég sjáu það og meti það og viti að það skil honum ansi miklu sko, þó svo það vanti kannski eitthvað upp á í reynslu og öðru og ég er ekki þeirra skoðunar sem svo margir eru, þó svo að Alexander Arnold hafi verið afburða efnilega miðjumaður upp þessi yngri liði Liverpool þá. Ég finnst að hann eigi bara og núna eigi bara hann að halda áfram að gera sig bara að besta hægri bakverði England. Þetta er svolítið skilabóð samt að hann fer beint í byrjunlið fram með Klein sem er búin að vera á æfingu núna alveg allt undirbúningstímabil og vel rúmlega hlægjabil. Hann er afburða hæfileikar ykkur knattspyrnumaður og mér bara hefur stundum þess Klein er líkamlega sterkur og mikil yfirferð og allt þetta því og hann er traustur hægri bakverður og ég held að svona leiðin áfram sé með Gómez í miðverðinum og Klein sem vara hægri bakverður. En mér finnst vanta upp á hjá hann. Þegar við erum svona að kikka inn á öllum sílendrum og
og það verið að taka overlap og viss kantmaðurinn er að kötta inn á miðjuna og bakurinn kemur inn í fyrirgjafnar. Mér finnst Klein bara ekki að hafa það til að bera sem að Trent hefur, sko. Og ég, eins og segi, ég vil ekki sjá hann reyna að tróða sér inn á þessa miðju, sko, sem alls óvíst að hann ná að gera sem byrjunliðsmaður. Ég vil að hann haldi bara áfram þarna og verði bara, stórkostlegur hægri bakurinn. Já, hann alltaf 19 ára ennþá, þannig að það er líklegt að hann þróast eitthvað áfram, en Gómez heldur í talleiki ef að við erum að fá okkur fréttir að því að Lovren hafi tekið eitthvað breinfart viðtal eftir viðtal hlýtur að hafa hljómað verð heldur en þegar hann var til að heyra upptöku að því, skilur út af því að það leitur bara alls ekkert vel út, sko. Það er klart, því að ég held að við vitum það alveg, ef að þetta hefur gerst eins og þetta leit út af þessu viðtali, þá væri hann bara kominn í hundakofan sem mertur Sarko. Við kannski útskýrum þetta þess að Lovren fór í viðtal þar sem að hann segist hann kemur út í viðtalina að hann hafi ekki látið klúbbinn vita að hann væri meiddur og svo kemur hann til æfinga ennþá meiddur og þá náttúrulega búið að loka leikmannagluggann rétt áður en að leikmannagluggann lokar. Ég meina maður trúið varla að félagið hafi ekki tekið púlsinn á hann strax eftir háa. Er ekki búið að taka þetta eiginlega tilbaka. Við erum svona sýnist á öllu svona það sem Klopp hefur verið að tala um að það sé eiginlega búið að bera þetta tilbaka. Menn hafi alveg vitað stöðuna og menn ekkert að fara að halda aftur af sig þegar menn með í augsýn að fara í úrslitaleik HM í fótbolta. En heldur það að Gómez geti eitthvað eignast þessu stöðu núna og hann fær kannski 3-4 leiki ef að Lovren ekki klár og jafnvel alltaf eins og fram með Matip í röðinni núna? Ég persónulega held það, já. Ég held að menn hafa rosalega mikla trú á Gómez, menn það mikið traust á hann og hann náttúrulega búinn að ganga í gegnum mjög erfiða tíma varandi meiðsli og búið að halda aftur af hans framþróun sem leikmanns. En ég held að sé alveg ljóst að þeir horfa á hann sem svona framtíðar mann í þessum stöðum og ég hef bara trú á því að það sé, hann það líkamlega sterkur, stór, sterkur, fljótur og hann ungur og við vitum alveg hvað ungir miðverðir geta gert. Þeir gera mistök en hann að fara við hliðina á Virgil van Dijk og það við höfum líka séð mistök, stór mistök hjá miklu eldri miðverðum. Þannig að ég hef trú á því að ef hann heldur áfram að vaxa á dafna þá getur hann alveg tekið þessa stöðu. Ég meina Lovren líður ekkert vel meittum núna að horfa á liðið, hvernig það fer á stað. Þetta gaman þegar liðurinn gengur vel en út frá sinni stöðu. En ég vil líka bara segja hvaða lið með betri vara hægri bakur en Liverpool í dag. Nei, nákvæmlega. Breiddin bara orðið meiri. Málið með Gómez líka það er ekki tilviljun að Dortmund vildi fá hann beint frá, var það ekki Tjalton sem hann kom til okkar frá. Hann fór beint í byrjunliði hjá okkur líka. Sko hans vandamál hafa bara verið svona staðsetningar og hann hefur verið að selja sig í bolta sem hann kannski á ekki séns á að missa mér framfyrir sig. Þú veist að fólk hefur náð að hengja sig á axlirnar á honum og unni skallan, þú veist að því að hann svona ekki alveg meðvitaður að þeir eru að koma á fartinu í baki á honum, sko. En ég meina líkamlegir hæfileikar og styrkur og svo margt annað sem hann hefur til brunns að bera sem að ég held að hann hafi alla burði núna ef hann fær nægt sjálfstraust og svona traust í þessa stöðu að geta bætt sig alveg stórlega núna í næstu leikjum. Það var aldrei að vita hvað það getur skilað honum. Nákvæmlega, Maggi, förum að ljúka yfir þennan leik Liverpool West Ham maðurleiksins að þínu mati, kannski 2-3. Og klálega, mér fannst bara Milner kannski vegna þess að þú veist að því að hann einhvern veginn gleymist svolítið í öllum hinum, hann var geggjaður, hann var ótrúlega flottur og þetta mark númer 2 var svo mikið hann, var kannski ekki að hafa meira orðið það var bara að segja allt sem mér fannst hann. Ég meina, mér fannst Mane frábær, alveg geggjaður, af þessum 3 fremstu var hann bestur og bara myndi rækilega á sig einhvern veginn fannst mér. Og svo náttúrulega Keita, alveg klálega, þessir 3 fannst mér bera af. Mér fannst líka, það er þetta stoppað, Wijnaldum var ofar því sem ég reknaði með og sýndi að hann getur alveg leyst þessa stöðu og Gómez kom flott út. En ef ég ætti að velja 3 bestu þá væri það Milner, Mane og Keita. Nákvæmlega.
látum þetta gott þetta með leikinn í bili. Hrafn, ég ætla að byrja þess að þér, förum aðeins yfir hinn hérna toppliðin í var þetta fyrstu umferð og ég bara byrjum aðeins á leikmannaglugganum. Hann náttúrulega lokaði held ég eftir að við tókum síðast og ekki hægt að segja að það kannski komið hvað mest óvart hversu lítið var gert á lokamöndunum. Jú, ég finna nú veit maður ekki hvort að liðin hafi eitthvað hvort að hafi alvöru komið í baki að hann var styttri gluggi, þeir bara kunni ekki þannig glugga en þetta komið vissulega mjög óvart og kannski það sem kom mér eiginlega mest óvart og afsakaði skulle nú ræða við félagar í United núna en veist að þeir skildu ekki setjast niður gaurarnir tveir og bara gera upp á milli sín þetta sem var svo greinilega bara að kljúfa þá í þessum glugga leikmenninni sem að United hefur reitt peningum í upp á síkastil, það eru Fred, það eru Pogba, það eru leikmenn með endursölu gildi, það eru þeir bjóða 65 milljónir í Harry Maguire. Stjórnin vill eyða peningum, en þeir vilja bara eyða í vissan prófíl, á meðan að sko Mourinho vill kaupa 30 leikmann sem að kemur beint inn, og svo hefur bara settar á 60-65 milljónir, og Woodward fyrir fílu á fundin. Hann er aldrei að fara að klára hennar díl, aldrei nokkuð tíma. En hann get ekki bara gert þetta upp í byrjun gluggans og fundið einhvern milliveg og klára einhver kaup sem bara vera sko út í höfn. Það er líka svolítið gaman, þetta virðist vera eins og módeli af þeim, þeir séu svolítið núna eins og þegar við vorum í INR og Brendan Rodgers og vorum eitthvað að raula þar á milli og svo eitthvað transfer committee þeir, maður fæði smá tilfinninguna þetta sumar að þeir séu svolítið þar og það vanti þennan hérna Michael Edwards á milli sko. Það er bara margar stefnur í gangi og þetta er ekki gott. United var í öðru sæti með sterkt lið, ég ætla ekki að gera lítið úr þeirra möguleikum þannig laga. Þetta er víst gott. Já, ég er að tala um að núna eru stuðningsmenn þessara liðar að tala eins og að sé gott að hafa ekki gert neitt af því að liðið hafi verið svo sterkt og núna bæti þessi. Mér finnst einhvern veginn eins og sagan hafi sýnt að ef þú nærið einhverjum ákveðnum árangri þá verður að senda sér skilaboð að þú sért ekki værukær, þú sért ekki eitthvað kærlaus, þú bætir allt á ofan. Og það er það sem við erum að gera eftir að fara í úrslitaleik meistaradeildina. Við ráðumst á veikleika og við bætum ennþá meira við. Og það var ekki gott hjá Tottenham og United að flaska því. Ég vil bara ítreka, mér finnst það mjög gott að þið skildu flaska því. Já, þú skilur hvað ég er að minna. Það er væntanlega. Það var ekki gott þegar sér það. Ég skil fullkomlega. En City er í frábærum málum, sko. Tökum við svo Steini, tökum við svo Tottenham, það er enga mannabreytingar. Er þetta lið sterkara samt heldur en á síðast tímabili bara þá Pochettino-faktor? Er þetta að horfa á þannig? Nei, klart mál, alls ekki. Ég meina, Tottenham, við skulum bara horfa á síðasta tímabil. Tottenham liðið var tiltölulega heppið með meiðsli. Þeir, segi ég, sigldu fram úr Liverpool út af fókus á Liverpool á meistaradeildina í restina og þeir voru að keppa svolítið mikið við Arsenal sem voru á loka vengarmetrunum og í bara allskyns bulli og þeir voru að keppa við Chelsea sem voru í ekkert síðra bulli með stjóra sem að vissu allir að væri að fara með fullt af leikmönnum sem að vildu fara af því að þeir vildi ekki spila, það komið í ljós núna Viljan vildi bara ekkert spila fyrir Antonio Conte þannig að ég get ekki séð bara mögulega hvernig þetta Tottenham lið án þess að styrkja sig einn leikmann ætlar að fara að taka næsta skref á þessu tímabili á móti þessum liðum sem að öll svona reyndu að tækla sín helstu vandamál hvert einasta þetta var lítið af vandamálum hjá City bara eiginlega akkurat engin en þeir bættu samt við sig öflugum manni svona til að rótera og hvíla menn þannig að ég bara ef ég væri Tottenham-maður þá væri ég bara mjög skúffaður og alls ekki bjartsýnn ég fyrir hönd Tottenham-manna held ég að þeir sé að fara heltast aðeins úr lestinni þannig Nákvæmlega. En ég má grípa aðeins inn í Tottenham. Horfðu þið á Newcastle Tottenham leikin? Eða skoðuðu
skoðið eitthvað sem Já, þeir voru hundheppnir. Þeir voru bara hundheppnir og bara sem mörk þeirra voru alveg algjört einhverju happinir. Það er 9 millimetrar hann inni eitthvað kring. Áranlegt og mér auðvitað var fallið sending alltaf en að Newcastle skildi ekki að minnstakosti að fengi stig var alltaf algjört skrín og það er kannski það auðvitað við getum að tala um einhverja meistarefni. Mér finnst til dæmis að því ég horfði á lungan á þeim leik og bara held að Rafa sé bara hann geti bara labbað á vatni því að hann er að búa til fótboltalið með gaurin sem maður þekkir ekki neitt sem átti að taka stig þarna að þess munurinn til dæmis á Tottenham ég segi eins og Steini ef munurinn á því að vera Tottenham aðdáandi og Liverpool aðdáandi eftir helgina það að menn átti að segja alveg á því að liðið þarf að heppi meðan við bökkum yfir okkar lið þannig ég held að sé alveg rétt ég held að helgin sé svolítið að segja það og við erum svolítið eftir að sjá Chelsea því að náttúrulega Huddersfield náttúrulega klippandi sem að sá því og lítur þér alveg hryllilega út einhvern veginn en Tottenham eru klárlega stressaði eftir helgina og því ef við viljum fara að ræða önnur lið þá kannski getur aðeins velt upp Arsenal-mönnum það var einhver sem að ég sendi maður ekki hver það var af mínum vinnum já marga Arsenal-vinnum sem sagði einhvern til að senda Emery Wenger-úlpuna hann var í flottur í henni skilur það er alls ekki vel út og voru við þarna með leikmenn sem voru bara lélegir þannig að það held ég sé líka alveg allavega startið á því hjá Arsenal var ekki gott en auðvitað voru Tekur undir ekki með Big Sam, hann var í heimskur Emery, nei sko, við skulum alveg áttu Big Guðmingúður, ég aldrei verið að sála Big Sam bara ekki, please ekki regna með því en sko, Emery þarf að læra þess að deild en hann er líka pínlítið að spila sín fótbolta, ég meina Klopp tapaði fyrsta heimileiknum sínum móti Crystal Palace 1-2 sko, þannig að við getum ekki svona dæmt hann af einum leik, en það sem mér fannst aftur móti kannski var bara framist að leikmannana, bara mér fannst þeir vera bara þeir voru með barnalegan varnarleik í gegnum allan leikinn og ég fer ekki dóna því að þessi sóknarlína þeirra, hún er ekkert að tikka saman, hún virkar ekki, það er bara þannig. En þá, þetta eru frábæri fótboltamenn en saman eru þeir ekki að tikka þannig að ég held að eftir helgina þú veist þá var svolítið djúri eftir að vera þessi lið en bara ef þið skoðið að þið tölum top 6 liðin eftir fyrsta leik og við verum að passa okkur þetta bara fyrsta leikur en byrjun Liverpool og City versus sinna 4 liðana ekki alveg þetta marka Chelsea þá eru þetta töluvert mikil og það að vinna leik fyrsta leikin 4-0 hafandi verið algjörlega saman umhverfi því þeir náttúrulega voru allir að tala um HM og eitthvað svona það dæmi allt, við vorum í því líka en gerum það vel. Það var líka geta sagt okkur að við séum á töluvert betri staðheldur en þessi lið núna. Ég verið að styrna á Arsenal sko, þá myndi ég ekki vera mjög ánægður með fyrsta gluggan hjá frá töframanninum frá Dortmund sko. Ég er ekki alveg að ná upp í þetta sko. Annars að eða fleiri orðum í það þannig laga, markmaður sem að verið að skýta á æfingarsvæðinu og Sókrates sem að ég hef aldrei verið hrifinn af og bara sko miðjumaður og næstefstu deild í Frakklandi, skilur ég veit ekki, þetta er svona einhvern veginn heilla með ekkert brjálæðislega på skónum. Sko. Eins og við tókum síðast á þetta er smá Europa League líkt að þessu, Steini, ef við tökum aðeins City fyrir, sko, ég tók aðeins saman á síðast tímabili, þá var Liverpool búin að vinna 3 leiki eftir 9 umferðir. Við byrjuðum bara alls ekki nógu vel og við vorum strax komin einhverjum 12 stigum eftir Manchester City. Ef þú horfir bara á leikjaprógrammi á City, þeir taka hann Arsenal, það er stórleikur fyrstu umferðar, taka það samfærdi 2-0. Svo er það bara næst Huddersfield, Wolves, Newcastle, Fulham, Cardiff, Brighton. Menn erum við ekki bara alveg eins og fara að horfa í taplaust City-lið hérna í byrjun? Jú, þetta er bara... Búast við því bara? Ég er bara, annað er bara... nánast slys, þeir gætu mist ykkur 2 stig eitthvað staðar þarna á leiðinni en maður býst ekki við neinu, ég meina það er spurning hvað er hvort að liðið eins og Wolves verði búin að Wolves og Fulham sem eru með ágætis hópa og eru í deildinni í fyrsta skipti í svolítinn tíma og við vitum alveg hvernig nýliðar geta verið í upphafi, þeir gætu plokkað ykkur kannski 2 stig annarkvort liðið en það er svona 96% líkur á því að City verði með fullt úr stig eftir þessa leikjatörn og þá bara gildir bara eitt, við þurfum bara að hanga í þeim og þannig verður þessi vetur, við skulum ekkert vera að reyna að blekkja okkur neitt með það, veturinn kemur til með að snúast að hanga í City, ég er alveg sannfærður að City er ekkert að fara í ykkur 105 stig í vetur og þeir verða örugglega undir 100 stigunum en hvað myndum við sætt okkur við? Væru við ekki tiltölulega svona ána með 8, 10 og 5, 6 stiga tímabil? Ég held það og ég hef bara spurning hvert skilar
slíkt tímabil okkur. Ég hugsa að það skila okkur áfram í annarsætið, en það bara sýnir bara hversu galin þessi mynd hversu galin þetta City-lið er. Þetta City-lið er bara hrikalega flott, en enn og aftur, eins og við vorum að tala um áðan, við erum alltaf í þessu ef og hefði, hvað ef við missum þennan meðsli og þennan meðsli og þennan meðsli. City-liðið, það var einn prímus mótor í þessu City-liði fyrra og hann heitir Kevin De Bruyne. Það velkist enginn í vafi það. Hann meiddur núna, segir 2 mánuði pluss, mögulega? Já, ég meina, hvað hefur, nú reynir svolítið á, eins og City-lið. Þeir eru með mikla breidd, en þeir eru bara með einn svona gaur sem er alveg ótrúlega mikilvægur fyrir þeirra sóknarleik og bara þeirra spil. Þannig að það verður svolítið fróðlegt að vita, þeir eru reyndar heppnir með það að þetta leikjaprógram sem er framundan, að það er tiltölulega létt á pappír. Þannig að maður fór svolítið að horfa í þetta eftir þessa miðslafrétti, það bara típist, það gat eiginlega ekki verið hendur sko. Nei, ég meina ef það er einhverju leikir sem geta verið án Kevin De Bruyne í, að þá myndum við líklega að telja upp þessa leiki sem eru þarna. Já, nokkarlega. Herðu, endum þetta henni liðin Maggi aðeins á United sko, heldur það sé að stefna í einhverja alvöru. Þetta mjög skrítið samband virðist vera allavega milli Pogba og Mourinho. Pogba segir að hann megi ekki segja það sem honum finnst, hann verður bara sektaður og hann gerir hann samt að fyrirlega reyndar gera United menn minna úr því heldur en fjölmiðlar gerðu, hann var það líka vist í fyrra og hann er ekkert fyrirlega liðsins þrátt fyrir þetta. Hvernig heldur þetta spilið sem það? Ég veit að þetta sé ekki, ég reyndar nefndun ekki að horfa á hann á United-leik nema bara einmitt bakanæði, það sem kannski pirrar mig mest er það hversu mikil hysterían er orðið hvað eru lélegir, sem að ég held að sé eitt af því sem Mourinho vildi fá fram með þessu randi sínu. Þú veist, það er svolítið búið að tala um það hversu rosalega lélegir þeir eru og það pirrar mig, þeir eru alveg lélegir en það hjálpar Mourinho að við tölum hversu lélegir þeir eru, þeir skilja hvað ég á við, að hann getur það sagt. Er ekki frekar það leiðilegir, þeir eru alltaf að safna stigum alveg ágætlega, Ég finnst United-menni mín bara að tala bara ekkert lengur í séu leiðilegir, það séu lélegir, þeir náttúrulega fengu þetta mark gefins þarna eftir mínútu og hitt markið náttúrulega algjör hending sem þeir skora. Og Leicester var að fá færi í leiknum, þannig að United var alltaf eins ósannfærandi í rauninni og hægt var á heimavelli á móti Leicester. Þannig að það var ekkert í þessum United liði sem að einmitt setti eitthvað skjálta niður hryggsúluna á mér, en þetta er Mourinho og hann hefur náð árangri með því að reyna að drepa fótboltann núna í mörg ár. Og það verður ekkert að líta framhjá því að hann kann það alveg ennþá. Ég er eftir á móti alveg á því að hann er komin í self-destruction mode, hann langar að fara þarna, hann langar í eitthvað annað og hann hefur ekkert fundið frið síðan að hætti á Real. Ég held áfram að verða þessi gamla plata og hann verður ekki þannig allan vetur. Þeir setja sítan inn einhvern tímann í vetur, bara vonandi verður þann búin að eyðileggja það mikið að það verður ekki takt að gera. Ég held að það sé, þessar Twitter-lýsingar og þessi undiraldar sem er komin í það að United er að horfa til þess að tími Mourinho verður erfiður og þeir ætla ekkert endilega ergja sig á því. Leið og þeir hafa ástæðu til þess að reka hann, þá gera þeir það. Leið, það er mín bjargfasta trú. Ef United þarf að ganga illa þá verður Mourinho rekinn og síðan tekur við. En ég vona að það verður bara ekkert fyrir nýttur í nóvember eða desember þegar tímabilið er orðið ónýtt fyrir þá, því að það er bara, þetta er bara með virðingu, svo veitum sem ekki tala mikið United, við munum allir eftir síðast árin í Húljar þegar við náðum einhverjum árangri, en United aðdáendur eru ekki lengur að láta sér það duga að lenda í öðru sæti og fara vinna einhverjar litlar bikarkeppnir með því að spila svona fótbolta. Og það með er alveg eiga jákvætt ef maður er orður það. Ég myndi ekki vilja hafa liðið mitt á þennan hátt, en ég er auðvitað gamall og vill sjá koma fótbolta, en þetta er bara lélegt það sem þeir eru að gera. Það er bara þannig sem þeir vinna leiki 1-0-2, þeir eru að gera fullt af jafntefli vegna þess að þeir eru ekkert að gera einhverjar atlögur eða árásir eða gera eitthvað sem er gaman að sjá. Nákvæmlega, ég óttast að við eigum eftir að ræða þá meira á næstu vikum, en snúum okkur að leik að mánudagskvöldsins. Þetta á ekki vera leyfilegt að hafa svo langt á milli fyrsta og annars leiks, en við erum að spila mánudagskvöldið. Crystal Palace, þeir byrjuðu á góðum úti sér á móti nýliðum Fulham er svolítið þess að Vestam, það er búið að breyta bara nánast skiptum liðritar hjá þeim og
Ég sá aðeins úr þessu og þetta var svona Hodgson fótbolti, hvernig leggst þessi Pallas leikur í því, menn förum við ekki nokkuð brattir þar inn? Jú, við getum ekki gert annað en að fara brattir þarna inn, en ef ég var að segja alveg svo sko, þá finnst mér þetta að vera svona, þú ert með stærstu liðin og það eru alltaf erfiðir leikir, en þess utan þá þetta nú einn af þeim leikjum sem ég held að verði okkur jafnvel hvað erfiðastir, sko. Og af því að þú nefnir góðvinn okkar Hodgson sem að ég í rauninni afsakaði bara þennan blóðhita sem ég nánast fyrirlít, sko. Þá hann rétti, þá hann komin á sinn réttastað þarna, það ekki fyrir svona stjóra að þjálfa lið eins og Liverpool eða enska landsliði, þarna hann bara á sínum heimavelli. Ég held að þetta var Leighton Orient eða eitthvað svo, sorry, Þórbæring. Kjartin hann með eitthvað, það væri kannski hans. Þetta lið sem að bæta sig og kannski ekkit endal út af því að þeir hafi bætt þessi betri leikmönnum heldur en þeir voru með fyrra, kannski fyrir utan Kojate, en heldur að þeir vita einfallega bara betur núna hverjir eru þeirra styrkleikar og hvernig þeir eiga að spila. Þeir eru fysikal, þeir eru þéttir. Þeir skiptast á að hendunum háum á Benteke eða þá að breyka á lið með Zaha og Townsend og gera það bara gríðarlega vel og Zaha búinn að skrifa undir samning, það er bara undirritað og slegið í stein að hann er bara besti leikmaðurinn og aðal leikmaðurinn og þeir vita bara nákvæmlega hvað þeir eru að gera og lið sem hefur ekki alltaf mikið metnað leikfræðilega upp á svona hvað fegur varðar og veit nákvæmlega hvað það ætlar að gera, það eru lið sem eru erfitt fyrir okkur að spila. Nákvæmlega, þetta gaman að sjá einhverja tölfræði að Zaha, þeir hafa ekki unnið leik þar sem þegar hann er ekki með, sko, ef hann er ekki í byrjuliðinu. Það er bara stórkostlegur, sko. Það er bara ég. Ég hef mikinn smekk fyrir Wilfried Zaha. Ég finnst að hann hafa ótrúlega margt fram að færa sem hentar í á Englandi. Man finnst reyndar eins og maður sé að lesa fréttum að mánaðarlega, hann sé búin að skrifa undir 9 5 ára samningi, ég veit ekki, þetta sé ekki alltaf að hækka við launin og eðlilega, hann alltaf bara magna hjá þeim að halda honum í sumar, sko. Já, ég held hann í Tottenham, sko. Steini, ef við tökum að þetta Pallaslega og breytingar á milli ára, ég menn, er þetta ekki bara reynilega veikara lið í ára, eða hvernig líst þér á mannabreytingar og kannski að ferða aðeins yfir það? Nei, ég veit ekki, ég held þetta sé nú bara nokkuð á pari hjá þeim, ég meina er að fá hennan Max Fílupoka frá Schalke sem þú var að því litt vesenni kringum Max Meyer hann oftur orðað af okkur, eða ekki? Já. Jú, þetta er svona gaur sem er búin að vera efnilegur mjög lengi og var efnilegur sóknar miðjumaður og var síðan efnilegur varnartengilegur og rann síðan út á samning og fekk ekki að spila lengur. Það var eitthvað voða drama í kringum hann og það vildi ekkert lið af stóru liðunum koma nálægtunum með bara prikinu, þannig að það er gott tækifæri fyrir liðið eins og Pallas að hoppa inn af því að þetta getur alveg verið bara góðu fengur en á móti fer Jóhann Kabay sem er virkilega bara svona flottur miðjumaður, mikið af mörkum í honum. Annað er bara rosalega mikið af pari og þeir eru búin að fá hann Kojate og Jordan Ayew sem búin að falla með einhverjum liður núna og fjöld með Swansea en þeir missa reyndar, hvað heitir hann Chelsea-gaur Ruben Loftus-Cheek þeir missa hann og hann var svolítið lykilmaður hann og ætli ekki að heita að Kojate kom inn fyrir hann ég held að séu bara nokkurn veginn á pari og þeir eru bara að gera ágætis hluti þrátt fyrir Roy Hodgson. Ok, Maggi, ég vil fá aðeins grófara og meira nýð á Roy Hodgson heldur þetta, ég er ekki alveg sáttur við þetta. Já, ég svo sem, það væri alveg ekkert mál að gera það nema að því ég ákvaða að taka núna 40 mínútna klipp bara í gærkvöldi, ég var hann svo klikkað sitja fram á nótt og horfa á Fulham Crystal Palace, allavega ég gerði þetta. Þú varst reyndar að horfa á vítaspyrnukeppni milli Öfum áðan bara og boltafélags Norðfjarðar en allavega það er bara auðvitað sko, ég held reyndar að Fulham liðið hafi svolítið ofmetnast af sinni eigin getu í þeim leik því að satt að segja þá
þá voru Palace bara alltaf einhvern veginn með þann leik og þetta reyndi Sakko að brjóta þarna búið til einhvern víti eitthvað þessu tvistar en þeir litu bara helvíti vel út og eru bara að gera þetta það sem að Hodgson kann þeir liggja aftarlega eru mjög lokaðir með það sem að McArthur og Milojevic þarna fyrir framan hafsendana svo eru þeir með Townsend og Slöpp mjög fljóta kantonum og svo eru þeir með stóra hlungin Benteke við ykkur fyrir honum, ég fyrir ekki að illa events stóra trukkin og svo Sasa sem að sko hleypur á alla bolta sem að Benteke skallar áfram og þetta er alveg aðferð sem að virkar, þeir eru með öfluga bakverði sem eru bæði fíni varnarlega en koma og overlappa þannig að þetta er bara Hodgson kerfið sem að við unnum þarna kannski 2 svar í fyrra, þetta er gamli skólinn Er þetta ekki bara sko, helstu boðberar og fulltrúar gamla skólan með kannski Mourinho og Warnock? Alveg klálega, Warnock er bara með svo lélegt lið, en þú veist það eru þarna leikmenn, ég meina, þið tölum Saha, Benteke er að fara að vinna skallaboltana eins og hann var að gera í fyrra á mót okkur og sérstaklega Gómez megin, Townsend hefur verið okkur erfiður í gegnum tíðina, þú veist þetta eru gaurar sem að voru mjög erfiðir heima að sækja í fyrra, þú veist áttu að vinna City og áttu að vera fyrst til þess klikkuð að vídeo upp á tíma 0-0 stöðu þú veist, við vitum alveg að Sakko var að spila með okkur og þú veist að hann er ekkit besti varnarmaðurinn en ef hann fær að vera aftarlega hann og Tompkins þá geta þeir ímislegt og þeir eru stór hættulegir í föstum leikættulegir þá henda þeir Tompkins, Sakko, Milojevic og Benteke í teginn þannig að þú veist þetta er bara old school fótboltalið sem er Mangi Palace hefur bara eitt fullt af peningum þeir hafa ekkert verið að halda aftur á sér í peninga með að við önnur lið á svipuðum stöðum þeir eru með fullt af nöfnum og þeir eru búin að borga fyrir það alveg hellinga peningum þannig að það er í rauninni ekki hægt að tala Palace í sama mengi og við erum að tala mörg önnur lið þarna í neðri hlutunum þar sem þeir hafa verið að ströggla þeir eiga í rauninni að vera að spila hærra og ofar heldur en þeir hafa verið að gera og það sé akkurat að meina er bara það og þeir eru klárlega svo eina sagði áðan þá eru þeir helstu boðberar og old school fótboltans en þeir eru líka bara miklu betri fótboltamenn heldur en mörg af þessum öðrum liðum þeir eru með alvöru sko, svona trukk í það að taka boltan Benteke er góður í þessum longball liðum hann hefur verið þannig að skora þá eru þeir að hlaupa undir en þessar pílur sem eru og þeir eru með gríðarlegan aga í sínu varnarleik þannig að þetta Palace-lið er alveg þetta er ekkert lið sem að sko, ég fyrirfram þá það þessi leikur verður okkur alveg erfið við ætlum okkur alveg að vinna á það vegna þess að ég held að það er eiginlega erfitt með þessa litla hröðu menn og bæði inn á miðjunni og frammi sko Komdu bara við ekki enda þetta spá ég held að við vinnum þennan leik 2-1, 3-2, ég bara alveg hörkuleik ég held alveg að þetta Palace-lið kemur inn í þennan leik fullt af sjálfstrausti og lítur bara drullu vel út í þessum leikamóti Fulham og eru bara spenntir að fara á þennan völl sem er sagt að sé Matti vinnur okkar meina að þetta sé erfiðast útivöllurinn í enska boltanum eiginlega, svo mikill hávaði og svona gamaldags fótboltastemming þannig að þetta verður okkur drullu erfitt en ég heldur séum og góður til þess að tapa fyrir þeim ég heldur vinnum þetta 3-2 eða 2-1 Já, eða bara 1-0 eða 3-3 Já, þetta gengur ekki mikið það fyrir Excel gæli fyrir steipu hjá Daniel við fórum bara úrslit 3-2 frekar en 2-1 Já, takk Rafn, hvernig verður þetta? Ég held að þetta fari 3-1 en þetta verði eiginlega 2-1 leikur við náum að henda einu inn í skyndisókn í restina ég held að það verði mjög erfitt í fyrra þá þurfti Van Dijk og svo miðverði sem spila með hann sem hann ekki var þeir þurfti að skipta hlið sko, eftir smá tíma af því að Benteke var bara að níða hinn gaurinn sko. Og til að byrja með þá ég bara algjörlega eftir að sleppa því að spila boltanum á miðinni og Saha og Benteke verða þarna í kringum Arnold og Gómez að vinna vinnuna sína og ég held að það verði einhver moment það sem að maður hjartaði eftir að missa nokkuð slög sko og þetta var að standa tæft held ég einhverju tímabili en við tökum þetta 3-1 Steini Höldur hreinu, alveg klárt aldrei að fara að láta Roy Hodgson skora mót okkur aftur, aldrei Benteke skorar alltaf maður Já, ekki lengur þetta er búið ég held þetta að fari ég ætla að giska á 2-0 ég ætla að halda mig við það við Höldur hreinu þetta verður samt ekkert
ekkert röltum garðinn eins og þau segja. Þetta verður erfitt og sérstaklega hef ég svona mestu áhyggjurnar varnarlega af hægri hluta varnarlega hjá okkur en ég hef bara trú á þessum guttum. Ég hef trú á því að það sé það mikill hraði í bæði Trent og Gómez að þeir ráði við Zaha og þar alveg erum við bara að rífa úr þeim helstu tennurnar. Þannig að 2-0 ætla ég að segja. Ég vil bara ítreka það að ég sagði 4-0 á sama tíma í síðasta þætti og ég héldi fram þá að Liverpool aldrei að fara að fá þessi mark aftur í deildinni. Ég ætla bara að halda mig við það. Við erum aldrei að fara að fá okkur mark aftur í deildinni. Það fer 3-0 þessi leikur fyrir Liverpool og sko Pallas á og getur þeir komast ekkert áleiðis á móti þessari miðju hjá okkur og sóknarlínu og Van Dijk og Alisson þeir éta Benteke og félaga frammi. Zaha eina ágefnið. 3-0. Hvernig verður næsti leikur, hvernig verður næsta podcast hjá okkur ef að þú hefur aftur rétt fyrir þér? Og markahlutfallið okkar verður 7-0 eftir fyrstu 2 leikin. Næsta podcast verður tekið upp á sunnudegi í Liverpoolborg og ég verður mjög líklega drukkin og mjög líklega óþolandi. Mjög gott. Þetta er loforð. Takk í kvöld, strákar. Það verður hressandi næstu viku.